Áður en bíll getur kallast björgunarsveitabíll þarf mikið að gerast. Já, það þekkja hjá björgunarsveitinni Vopna á Vopnafirði sem voru einmitt að festa kaup á nýjum bíl og fá afhentan eftir umfangsmiklar breytingar frá Arctic Trucks. Að ræða svokallar 44 tómum breytingu auk ýmiss konar útbúnaði sem gerir bílinn betur í stakk búinn til þess að takast á við íslenskar aðstæður. Þetta tekur dálítinn tíma að láta breyta svona bíl. Þetta er mikil vinna, það er mikið gert fyrir hann til þess að hann standi hérna á þessum hjólum. Það þarf að lengja grind og síkka og það þarf að skera mikið úr og smíða nýtt og alls konar. Þannig að þetta tekur tíma. Við búum að taka hálft ár að fá hann hingað en hann lofa góðu. Það þarf að gera nú græja fyrir þessar íslensku aðstæður. Komið þið eitthvað að því að ákveða hvað á að gera við bílinn? Já, það er náttúrulega ákveðin reynsla sem að menn eru konur með, hvað menn vilja fá. Menn vilja hafa svona, sumir vilja hafa þetta og hitt en þetta er svona algengt að það sé settir, það er lægra drif og stærri eldsneytistankur og kannski einhver dokkgrind og eitthvað fyrir ljós og svona sírenur og annað í svona bíla. Og þessi er svona með því flesta heldur sem að menn þurfa til þess að komast frá A til B og vetrum. Þannig að hann er bara góður. Þetta er náttúrulega alltaf mikil kostnaður við þetta og það er mikil munur á verði til dæmis á 38 tómum breyttum bíl og þessum bíl sem er á 44. Það munar mörgum milljónum. Alltaf þessi bíl sé ekki reitt 20 milljónir til okkar. Það er mikið og öflugt starf unni hérna alveg niður í börn og unglinga. Já, við erum búin að vera með unglingadeild núna starfandi næstu því í 10 ár og reyndar áður líka með smá hlé á milli og allan mín skoðun er svo að þetta verður ekki til að sjálfum sér björgunarsveita fólk. Þannig að það þarf að sá einhverjum pínu fræjum í litla kolla til að þau hafi einhvern áhuga á þessu seinna meir. Þannig að þau fara nú flest börnin okkar hérna í framhaldsskóla og maður vonast alltaf til þess að þau komi aftur og sumir þeirra hafa komið hérna aftur og byrjaði í sveitinni þannig að það er heldur mikilvægt að vera með unglingastarf og bæði í björgunarsveit og annar staðar. Bara gott að halda vel utan börnin okkar. Hvað er það sem að drífur mann inn í það að ganga í björgunarsveitina ef við tölum bara út frá þér sjálfum? Það er nú ekki gott að segja en sjálfsagt einhver spennufíkn á hverju leyti, maður verður nú að viðurkenna það og síðan bara þetta að maður þarf að leggja eitthvað á sig held ég fyrir samfélagið. Þannig að þetta er mín leið til að hjálpa, ef ég get komið að einhverjum gagni fyrir fólk. Þannig að þetta er svona samblanda af því kannski. Já, það er alveg ljóst að svona bíl kaupir maður ekki beint frá umboði. Við kíkjum á rúndinn og fáum að heyra dæmi hvaða tilgangi græjurnar þjóna. Þetta er bara stjórntálfa fyrir loftþrýstinginn í dekkjunum. Við getum stjórna loftinu inn í bíl og það er kannski fæstir sem að hugsa þetta svona á fólksbílum nema bara það er verið að spá í að hafa nógu mikið loft í dekkjunum svo hann skemmir nú ekki dekkin. En við erum alltaf að breyta loftinu í hjólunum bara eftir því hvað við erum að gera. Ef við erum að keyra í einhverju snjó þá notum við miklu minna loft. Förum kannski niður í 2 pund eða 2 psi til þess að geta drifið meira og bara í sandi og drullu og líka bara það sem við erum að keyra kannski á leiðilegum vegum þá kannski minnkum við loftið bara alveg niður í kannski 10 pund eða eitthvað til þess að bíllinn verði mýkri. Þannig að þetta stjórnar því. Við getum bara beðið 7,5 pund og hann heldur því bara. Alveg sama hvað. Bara hérna úr appinu í símanum inn í bílnum? Þessi sími gerir ekkert annað heldur en að halda utan loftið í dekkjunum. Svo getur maður alltaf hringt úr honum, en hann sér það. Á hálendinu þarftu mikið að hleypa úr dekkjunum og í þau svona á meðan þú ert að keyra? Já, það getur verið gott að hafa einmitt þessa gerð af úrhleypibúnaði því að þú óskar kannski bara eftir 4 pundum í dekkjunum og ert svo að keyra á svæði þar sem þú ert að hækka, landið er að hækka og við hverja einustu 100 metra sem þú hækkar þá kemur 1 pund af lofti í dekkin. Þannig að þessi græja sér bara að halda 4 pundum alveg sama hvað, þó maður sé að hækka og lækka.
þá heldur hún alltaf sama. Þannig að Annars þurftur þá að fara út úr bílnum og... annars þurftur út úr bílnum og vera að bæða minnka loftið og auka það eftir því að það er svona, já, það er leið og loftið kemur í dekkin þá kannski fyrir bílinn að drífa minna fyrir vikið, sko. Það er náttúrulega, þetta byggist á því að reyna að koma sér eitthvað áfram. Þannig að þetta flýtir fyrir og ekki bara það, mannskapurinn, hann blotnar ekki bara við það einfaldlega að vera úti og svona, hann getur bara verið inn í bíl og verið þurr þangað til að við þurfum að fara út úr bílnum og fara að gera eitthvað að viti. Við þyrftum eflaust að keyra landið þvert og endilangt ef við ættum að hafa tíma til þess að ræða alla græjurnar sem prýða nýja bílinn. Eitt er víst að þetta eru græjur með tilgang og þær hjálpa björgunarsveitinni að sinna sínu starfi. Einn bíll og ein björgunarsveit er þó ekki nóg. Bara á Austurlandi eru margar. Já, það eru margar björgunarsveitir á Austurlandi. Það er eiginlega nánast í hverjum einasta firði og allar jafn mikilvægar samfélögum sínum því að á veturna þegar vont er veður að þá getum við jafnvel ekkert fara á milli til að hjálpa. Þannig að hver sveit verður að standa sína plikt. Þannig að þess vegna eru það nú svona margar hérna á Austurlandi.